vatn alltaf lárétt. Og hvað þýðir það í raun og veru? Hvað þýðir orðið lárétt? Lárétt eitthvað sem slétt við sjóndeildarhringinn. Og vatn alla jafna í okkar nærumhverfi slétt við sjóndeildarhringinn. En þetta svona einfalt? Vatn jafnar sig alltaf út af þyngd vatnsins. Við getum verið með einhverja hæð, vatnsturn hérna ofan á hæðinni og það liggur vatnsleiðsla hérna niður í borgina hérna fyrir neðan og hérna eru alls konar hús og það liggur vatn og út af þyngdarkrafti og því að vatnið leitast við að jafna hæðin út, þá hægt að dæla vatninu með þyngdarafli einu upp í hús sem ná jafnhátt og vatnsyfirborði í turnum. Þetta verður jafnhátt. Ég get ekki farið hærra, þá þarf ég að dæla. Þannig að þess vegna eru vatnsturnar og vatnstankar oft upp á hæðum. Þetta til þess að nýta þyngdarkraftin. En ef við förum að skoða þetta á stærri skala, ef ég fer að horfa á jörðina sem kúlu, liggur þá sjórinn sem láréttur hérna upp á topp, liggur hann láréttur beint út í geim? Það sem þetta þýðir? Nei, því að við vitum náttúrulega að vatnið myndar kúlu eins og jörðin. Þá þurfum við að velta því fyrir okkur í alvöru, ekki bara svona sirka hvað þýðir orðið lárétt, heldur vísindalegu skilgreiningun á því. Og lárétt eitthvað sem myndar 90 gráðu horn við radíus jarðar. Þannig að þegar ég stend hér, þá vatnið hér lárétt við sjóndeildarhringinn. Þegar ég stend hér, þá það líka lárétt við sjóndeildarhringinn, en það ekki sama stefna, sjáðu, og hér. Þannig að eftir því hvar við erum, þá vatnið alltaf flatt, en það ekki bein lína. Lárétt og beint ekki það sama. Margir sem rugla þessu saman halda að lárétt og beint sé nákvæmlega það sama. En vatnið virðist vera beint frá okkur sér og horfum út á sjó. Það bara því hvað jörðin stór. Við þurfum að vera á miklu minni plánetu til að sjá vatnið bogna. Þannig að þetta hvernig við nýtum þyngdarkraftin í vatninu til þess að dæla vatninu upp, því að vatnið heldur sér lárétt á litlu svæði, en á stóru svæði þá það lárétt áfram en ekki